Ingi, þetta var svolítið sérstakur leikur en þetta var kannski aldrei spennandi en bara kannski rétt í upphafi. Já, báðum liðum gekk mjög illa að skora í byrjun en leið og við náðum einhverju smá stigum og vorum við með yfirhöndina og mér fannst bara að vera miklu betra lið allan tíman. Þrátt fyrir að við vorum ekki að leika vel í dag. Þið eru í toppsætinu, maður gerir alveg ráð fyrir tímabilið svona alda mitt, svona einn af ykkar albestu mönnum að þetta er svona eitthvað biðtímabil hjá ykkur en það virðist ekki vera svoleiðis í gangi. Nei, það er samhugur í liðinu og við fengum góða viðbót í liðinu, gróð og hugrum og það er að smotli vel inn í þetta hjá okkur. Og Kanin okkar er bara ein af liðinu, hún þarf ekki að skora 40 stig til þess að við vinnum. Eins og í dag, hún er að vinna ágætlega fyrir liðið, lendir í villu vandana strax þetta. Við erum á mörgum prímusmótunum. Talandi viðbætur, þú ert á klefinni Evu Margréti, þú ert að fá hana úr fyrstu deildinni og ung stelpa, hún er að standa þess ágætlega. Hún er búin að mjög sterk hérna og gefur okkur mikla vít og mikið efni þar og spennandi að vinna með henni. Þannig að við erum búin að fá viðbót í þessum þremur, þannig að alla staðið sé mjög vel. En við erum á mörgum prímusmóturum og en það er bara klárt mál að það er langur vegur framöndan og við megum ekki vinninu. Við sáum að hún Alda er á bekknum, hver er staðan á henni, er langt í hana? Já, hún er komin stuð upp á sig. Já, þannig að staðan á henni er bara þannig, hún er komin stuð upp á sig. Hún er farin að skjóta með okkur æfingum og svoleiðis og Berglind var að byrja með okkur en var fyrir Jólanni að fá slæma skell á hné í Haukaleiknum heima og reif liðþófa þar. Þannig að hún er eins og keppnir, ég held að þessu búið með 9 aðgerðir þegar hún er búið með þessu aðgerð, þannig að við skulum vona að þessu aðgerðir séu búin að hjá henni þegar hún er búið með þessu aðgerð. Við komum að sjá þetta vænan olnboga, er í lagi með alla? Já, Helga er hörkutól og þetta á ekki að sjást. Ragnar Margrét er góð stelpa og þetta á ekki að sjást. En sem betur fyrir að lagi með alla, tennur í lagi og alls þannig að það verður mestu. Þetta virðist vera svona þegar leikmenn er að reyna að klíra boltann eða pivota og eru kannski ekki nógu neðarlega, þá virðast þessi slys geta gerst en dómarinn er fann að spotta þetta svolítið betur, eða ekki? Þetta náttúrulega var bara, hún var bara pirruð og þetta er ekki hennar stíll, ég veit það þannig. Nú talar Andy Johnson hjá Keflavík Hauka sem eitt aðalið í deildinni, hvað segir við því? Það er ekki bara svipað eins og hann sé þjálfari fyrri umferðinnar. Vísum til föðurhúsinu.